Ég alinn upp á bara mjög góðu heimili og mamma sérstaklega kenndi mér að biðja og leita Guðs og leita öryggis í trúna og ég fann það mjög fljótt og mér fannst það gott. Og það má segja að ég varð alveg háður þessari trú svona, sem ég kalla svona barnatrú. Og ég gat ekki farið í ból án þess að mamma væri búin að signa mig áður. Og það sama þegar ég fór að sofa. Mamma þurfti alltaf að signa mig og segja með mér bænir. Og ef það gleymdist þá fór ég alltaf til hennar og varð að klára þennan pakka. Og síðan held ég bara áfram eins og allir að ég eldist. Eins og kannski flestir þarf að eiga mína eigin trú. Ég get ekki lifað á trú móður minnar. En ég vex bara frá henni. Ég vex bara frá þessari barnatrú. Ég eldist en trúin er ennþá barnatrú. Og fljótlega upp úr unglingsárum þá ég fer að ganga illa í skóla og það verður svona togstreita og ég verð svona verða á móti kerfinu svolítið. Og ég fer að drekka mjög ungur. Og síðan gerist það bara mjög fljótt að ég verð háður þessari áfengi og fer að drekka illa. Ég hætti að geta stunda vinnu og þannig að líf mitt fer bara allt einhvern veginn úr böndunum og ég finn að ég er ekki lengur að ráða við það sem ég er að gera. Það er svo þurrkað. Já. Og fljótlega eftir ég byrja að drekka þá reyni ég að finna mér einhverjar leiðir til þess að reyna að geta haldið þessu áfram vegna þess að þetta veitti mér einhverja svona öryggi. Þetta var flóttalega greinilega hjá mér en ég fann eitthvað svona öryggi sem var eðlilega falskt öryggi og ég fer fljótt að nota fíkniefni, svona örvandi efni sem að hjálpa mér að halda fókus í smá tíma og síðan fer það fljótt úr böndunum. Við vitum sjálfsagt öll hvernig svona áfengi og óregla og fíkniefni og annað fer og ég held ég þurfi ekkert að fara meira út í það. En eitt skipti þegar ég kem heim að þá er móðir mín tekur alltaf vel á móti mér og það var allir búin að gefast upp, vinnuveitandur og öll systkini mín og allt saman en móðir mín er svo síðasta sem eiginlega gefst upp og uppgjöf hennar er svona, ef ég lýsi því svona, uppgjöf hennar er að vera uppið að minni göngu með Guði eins og ég sé það. Og hún, þegar ég kem heim að þá er ég mjög illa staddur og ég var aldrei með óbeldi við foreldra mína og aldrei neitt svoleiðis en ég var svona mjög aggressífur og ég rík út. Hún reynir að halda mér inn og ég bara rík út. En í þetta skipti þá gefst hún algjörlega upp. Hún hrópaði til Drottins eins og hún segir sjálf. Ég bara hrópaði til Drottins. Elsku Jesús, takt hann ámundar til þín. Ég veit hann getur ekki lifað þessu lífi lengur sem hann er að lifa. Hann er mun betur settur hjá þér. Þannig að hún var alveg tilbúin að gefa mig bara Guði og ég verði betur sem sagt dáinn heldur en að lifa þessu lífi sem ég var að lifa. Sem er raun og veru kannski rétt en viku síðar þá hringi ég í hann og segi við hann að ég sé að fara í meðferð. Ég trúi því að Guð hafi svarað þessari bæn bara strax, þessari grátbæn móður minnar. Og þarna byrja ég einhvern veginn að ganga með Guði. Ég byrja að leita mér af hjálp og einhvern veginn fyrir fólk ég fer að hitta fólk sem að fer að vitna fyrir mér. Ég fer að vinna með manni sem að lætur mig ekki í friði. Hann biður fyrir mér, hann vitnar fyrir mér. Og ég fór að finnast þessi maður afskaplega leiðilegur, eða fannst hann afskaplega leiðilegur. Og ég var raun og veru þó að ég trúi því að gangan hafi byrjað með Guði þarna einhvern veginn, þá var ég samt svolítið á móti svona ofsatrú, eins og ég kallaði það. En síðan átti ég góða vinkonu sem að fór með mig á samkomu og það var hjá Samhjálp og mjög fín predikun sjálfsagt og allt þetta mjög fallegt og gott. Baukurinn gekk og mér fannst vera að ræna mig og
síðan kemur predikarinn til mín og spyr hvernig fannst þér, ég sé þú ert nýr hérna. Og ég segi við hann að mér finnst þetta mesta bull sem ég nokkuð tímann tekið þátt í og labba út. En mjög stuttu síðan var ég að vinna hjá málara og hann er einhvern veginn svona öðruvísi heldur en margir aðrir, mjög svona auðmjúkur og kærleiksríkur og ég fer bara að spyrja hann hvernig, hvað hann gerir og svona, ég vissi hann var ekki að drekka og ég var reyndar hættur að drekka líka fyrir svolítið síðan og hann sagði mér það, hann var að sækja samkomur, það var hjá Samhjálp og ég spyr hann hvort ég megi koma með og hann segir að það sé alveg sjálfsagt. Og fyrsta samkomun sem ég fer að þá varst mér þetta afskaplega erfitt og síðan fer ég aftur og þá kemst ég alla leið og fer inn á samkomun og þarna er raun og verið tekið á móti Jesús sem mínu frelsar og átta mig á því að hann elskar mig þrátt fyrir allt það sem ég hef gert rangt og hann er raun og verið eina leiðin fyrir mig til þess að raun og verið komast inn í Guðs ríki. Þannig að ég tek hann á móti Jesús og byrja raun og verið að ganga með Guði upp á nýtt. Ég sá engar svona stjörnur eða ég datt ekki í gólfið, það gerðist ekkert rosalegt en mér fannst þetta gerðist eitthvað samt sem áður. Mér fannst ég finna svona léttir. Ég var búinn að játast Guði og ég var búinn að segja við hann að ég ætla að fylgja þér. Og líf mitt fór að breytast mjög hratt. Raun og veru mitt líf hefur tekið þennan snúning að ég finn bara fyrir því að Guð hefur blessað mig og blessað mitt líf á meðan ég hef gengið með honum og ég finn mikinn mun. Það sem ég hef gert og það sem ég langar svona að skilja eftir hjá ykkur er til þess að kynnast Guði þurfum við að hafa samband við hann. Við þurfum að tala við hann og við getum gert það í gegnum bæn. Það er það sem ég hef gert og ég fengi að kynnast honum betur og sjá alltaf meira og meira að ég þarf alltaf meira og meira á honum að halda. Og ég leitast eftir því að fylgja hans vilja og ég trúi því að það muni fara mér vel og eins með ykkur.